Áfram höldum við í föstudagsþættinum. Við erum að fara í pælingar svefnvenjur Íslendinga. Það er opnað sýningin Sofandaháttur helgina og hingað til mín sem fyrirkomið Sunnu og Mörtu. Velkomnar. Já, aðdragandinn að þessu, já, hver hann? Já, við kynntumst í skóla út í Hollandi, vorum saman í skóla þar og einhvern veginn vorum við svo bara komnar aftur heim til Akureyrar út af COVID, bara á sama tíma eiginlega. Og hittumst og í rauninni vildum vinna eitthvað verkefni saman. Við vorum báðar á þessum stað í rauninni. Og þið verða að skoða svefnvenjur og líka vinnustaði. Af hverju farið að pæla í þessum hlutum? Það kveikin hafi verið að Sunna fékk vinnurými í Skipagötu 11 og þetta er í rauninni gamalt skrifstofurými. Okkur fannst rýmið svona, já það var svona útgangspunkturinn af verkinu okkar. Að rýmið var svona, já, gamalt þurft skrifstofurými og þá kviknum við upp svona ýmsar hugmyndir. Við fórum svona pínu að pæla í þessari svona skrifstofumenningu sem að kannski er eitthvað sem er að fara að breytast svolítið mikið núna. Þannig að við svona fórum svolítið að tala þetta, hvernig skrifstofumenning gæti breyst og þessi vinnurútína sem að við erum svo oft í einhvern veginn og komumst einmitt að því að við Íslendingar erum mjög duglega að vinnum rosalega mikið og þessi vinnurútína svona bara umturnaðist svolítið í COVID og það var svona, já, þessar umræður svona svolítið sköpuðist í kringum þessa skrifstofu svona stemningu inn í stofunni. En svo svefnin, hann kemur inn í þetta líka, við vitum öll mikilvægt þess að sofa og hvað skiptir okkur miklu máli en erum mjög duglega líka við að svindla því. Já, og ég held svona hugmyndinar svefnin komu þegar COVID skall á og fólk var bara miklu meira heima, byrjaði að vinna heima og þannig var líka svolítið rask á svefnvenjum. En svo líka, þú veist, þegar þú ert að vinna svona mikið, við tölum mikið það að þegar þú ert í svona mikilli rútínu þá er svolítið eins og sért kannski pínu bara að gangi í svefni. Þú fer svolítið að vinna svona velrænt og það var svona pínu tengingin á milli sko, já, þess svona ótrufluð rútína ef hún er of lengi að þá einhvern veginn er svolítið eins og við séum bara kannski ekki beint vakandi og það sem gerðist þegar að COVID kom svolítið var að fólk vaknaði pínu, það þurfti að hvíla sig bara. Já, þannig að þetta er ekki bara þessi svefn þegar við leggjumst á koddann, heldur kannski á svefn í vöku líka. Já, nákvæmlega. En sýningin og verkinu, tölum þau, hvernig verkar þetta? Já, við unnum pínu eins og segi út frá skrifstofurýminu og Marta er náttúrulega innanhúsarkitekt, þannig að hún vinnur miklu meira með sko rýmið sjálft bara, þannig að hún kom inn á alveg bara, já, alveg. Það rýma á 2 hæðum, mikið af svona litlum rýmum inni og ég held að hugmyndin hjá mér var svo að ímynda mér þetta skrifstofurými í framtíðinni, svona eftir COVID skrifstofurými, það sem allir er fannir að vinna meira heima, hvað stendur það eftir í rýminu sjálfu, þegar allir er komin í heimavinnu og komin í fjarvinnu. Það var svona, já, hugmyndin að vinna með rýmið í rauninni, já, þegar allir er heima hjá sér. Já. En Sunna, þú ert myndlistarkona í listvísindum, já, hvernig kemur þú svo inn í þetta rými hennar? Sko, við í rauninni ákveðum líka að vinna svolítið saman af því að við erum kom frá mjög ólíkum bakgrunni í rauninni, þó við höfum verið í sama skóla. Ég vinn ótrúlega mikið svona út frá sko, upplifunum sem getur ekki kannski upplifað í gegnum skjái eða tölvur eða svona stafræna heima og Marta er svolítið í svona þessum stafræna draumaheimi og ég vann að verki eða fekk hugmyndaverki fyrir svolítið síðan og fannst það bara passa svo vel inn í þessar umræður og ég hef verið að safna koddum frá Akureyringum í sumar og er að búa til lykt úr þeim. Þannig ég er að búa til sameiginlega svefnlykt. Já, það er alveg sett. Og það fólk getur fengið að upplifa hana eða bara lykta af henni með öllum sóttvarnar
ráðstöfunum. Þessu vel upp á það. Já, við Sem erum mjög vel upp á hanska. það. Og en það getur fengið að finna lyktina ef það vill. Að þetta er kannski svona pínu ógeðslegt en á sama tíma eitthvað sem að er svona, áhugavert af því að þetta er pínu ógeðslegt og notalegt kannski á sama tíma. Já. Þannig að þetta er svona einhvern veginn, tvinnast saman. En það er mikið að vera helgina, þannig að það er margar sýningar eins og hérna á Akureyri, þannig að það er að gera að rölda á milli sýningarna, það er nóg í boði. Já, það er nóg í boði bara, og við vorum svona báðum áttum af því að við ætlum að vera með þetta á Akureyrarviku. Svona það er engin Akureyrarvaka en ég held að einmitt akkurat á þessum tímum þá er svo mikilvægt að bjóða upp á einhvers konar í list til þess að vinna úr því sem að gerðist líka. Þannig að þetta er eiginlega bara, þetta er rétti tíminn held ég. Sunna Marta, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur á sýningunni, það verður gaman að koma og skoða og sjá. Takk fyrir okkur. Takk.